Komið þið sæl og velkomin í landsbyggðir gestur þáttarins. Að þessu sinni Valdimar og Hermannsson sem sveitarstjóri á Blönduósi. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Í Blönduós, það eru fréttir af því, fólki að fjölga, það verið að byggja, gagnaver að rísa. Blönduós hefur á undanförnum misserum verið í varnarbaráttu, getum við sagt. Já, það má nú segja það að Norðurland vestra og þetta svæði hefur verið undanfarinn áratug í ákveðinni varnarbaráttu og það þekkir það nú allir, hefur verið skipað sérstakar norðvestunefndir og fleiri en einn held ég og þetta hefur verið byggt svona á fornu færi á grunnatvinnugreinum, landbúnaði og sjávarútvegi sem hefur hvort ekki svolítið talað eða átt undir högg að sækja. En þetta ýmist tækifæri samt sem áður og núna sem betur fer að koma svolítið tilbaka. Og með þessu gagnaveri það kannski svona stærsta einstaka máli sem í gangi núna. Gagnaver hefur verið til umræðu í ansi mörg ár en núna sem sagt draumurinn að rætast. Já, sem betur fer og þetta byrjaði nú bara sem hugmynd ákveðinna manna að byggja þarna svona dálítið nett gagnaveri í 2 húsum og síðan hefur það undið upp á sig með aðkomu alþjóðlegra gagnaversfyrirtækja og fjárfesta og þetta að verða ansi myndarleg byggingar áætlað að verði í heildina 4.000 fermetrar í fyrstu umferð og núna komið upp sennilega 5 af 7 húsum sem koma í fyrstu umferð, svo kemur 8. húsið í lokin. Blanda sem sagt lykillinn að þessu öllu saman rafmagnið? Það má náttúrulega segja að það sé svona einn af hugmyndinni að þarna sé stutt í rafmagn en svo einkennilega sem það að þarna nú ekki gert ráð fyrir því endilega í landsnetinu sem fer nú hringinn og þvert yfir land að það sé komið við þarna á þessum stað. En þarna stutt í rafmagn, þarna Laxárvatnsvirkjun frá eldri tíð og þannig það hægt að byrja þarna með þetta svona á grunninn og síðan þarf að styrkja það með tengingu upp í Blöndu og það vissulega ein af ástæðunum. Hinnar eru augljóslega kæling sem þetta stendur við opnu hafi og flatt þarna í kring. Þarna kemur vindurinn að gagni sem oft kannski pirrar þegar kemur að norðan garrinn beint af sjónum og þannig að mesti kostnaður gagnavera erlendis að kæla búnaðinn. En þarna þarf að stýra kælingunni í gegnum rimla í gegnum húsin eða viftur sem að kæla eftir því hvernig vændurinn blæs. Hvaða þættir það sem að gera Ísland svona aðlagandi fyrir fjárfestarna? Það væntanlega rafmagnið og svo kælingin eða hvað? Já, það náttúrulega rafmagnið sem að menn sjá að líka bæði tiltölulega ódýrt á heimsvísu og svona sjálfbært, menn eru meira að horfa á það, þetta sjálfbært rafmagn og vissulega kælingin sem stór kostnaðarliður og síðan þetta svona tiltölulega örugt, sérstaklega á þessu svæði á Íslandi að þarna verða ekki jarðskjálftar eða eldgos eða slíkt, þannig að menn þurfa að horfa til þess líka. Og stutt í allar áttir í meiri þjónustu, hvort sem það norður fyrir, Skagafjörður, Akureyri eða suður fyrir til höfuðborgar. En þessi fjárfesting núna sem á sér stað, þetta mikil fjárfesting? Já, þetta ég nú ekki með alveg nýjustu tölur en þetta fjárfesting á 4 milljarð svona í fyrstu umferð og vissulega menn ekkert stopp þarna, menn auðvitað að horfa á það þarna geti bæst við önnur sambærilega skyldþjónusta á þessu svæði. Þarna á Blönduós nægt land og auðveldlega hægt að bæta við þegar búið að koma þarna innviðum, rafmagni, fráveitu og vatnsveitu og slíkt á svæðið sem var óbyggt áður og var svona hestahagar þarna í kring. En undirbúningurinn og markaðssetningin öll saman sem hefur átt sér stað undanfarin ár, það að ýmsu að huga þegar verið að markaðssetja svona landsvæði. Já, vissulega og eins og ég nefndi áðan hafi verið þarna norðvestunefndir. Það hefði verið bent á til dæmis Hafurstaði sem kost fyrir lítið eða meðalstórt álver sem út á Skaganum með góðri mögulegri hafnaraðstöðu og þá vantaði einmitt rafmagnstengingu þangað. Þannig að það fór nú ekki áfram en þetta búið að taka mörg ár og margir komið að þessu á undan mér og núna á seinni árum hefur Íslandsstofa til dæmis tekið þátt í markaðssetningu Íslands og þá
þessa svæðis, Reykjanes og Blönduós svæðisins, sem góðan stað fyrir gagnaver. En þegar allt svona fór að smella og það var farið að byggja, heima byggðin, Blönduós og nærsvæði nýtur sannarlega góðs af þessu. Já, mikil ósköp. Þetta mikil innspýting inn í markaðinn, inn í byggðina. Þetta eru verktakar frá okkar svæði og nærsveitum, mikið úr Skagafirðinum, úr Húnavatnssýslunum báðum og þannig að þetta er mikil innspýting inn í atvinnulífið á Blönduósi. Og byggingarkranarnir, þeir eru bara orðnir býsna algengir á Blönduósi? Já, þeir eru 2 núna upp á gagnaversvæði og síðan er aftur leiðir þetta af sér fleiri byggingar í bænum vissulega, íbúðabyggð og slíkt. En það er mjög gaman að sjá á svæði núna, þarna eru milli 50 og 60 iðnaðarmenn af störfum frá mörgum verktökum. 2 byggingarkranar, húsin rísa og það er steypt, það er búið að vera góð tíð núna seinni hluta haustsins og það er verið að steypa og reisa á hverjum degi. Og tölvurnar, þær eru komnar í fyrstu húsin og byrjar að vinna, eða? Já, það er búið, fyrsta húsi var tilbúið snemma í haust og það er búið innrita það með til þess bærum búnaði og það er fyrir að eins og við segjum, að tikka á nokkrum megavettum og búið að fylla það af tölvum og búið að tengja það beint við höfuðstöðvarnar sem eru annars vegar í Luxemburg og hins vegar á Suðurnesjum. En við hvað eru þessar tölvur að vinna? Er þetta Bitcoin gröftur? Nei, ég má nú ekki tala svona ekki nákvæmlega en hitt er mál að mér skilst að þetta sé skipt í þrennt. Það eru vissulega það sem kallað er rafmyntir, það eru banking eða bakvinnsla fyrir bankastofnunir, fjármálastofnunir og svo önnur starfsemi sem stóri reikningar og annars slíkt sem þarf að vista á öðrungum stað. En þetta er svona meira orðið fagleg þekking þessa gagnavera. En þetta var eitt af lykilspurningunum sem við spurðum að ætlið þið bara að vinna með svokallað Bitcoin en okkur létti að það verður ekki eingöngu þannig en það getur orðið með en aldrei í einhverju meirihluta. En þessi starfsemi kallar hún síðan á sérhæftir starfsfólk til þess að vakta tölvurnar og hversu stór vinnustaður sérðu fyrir að það verði síðan í framtíðinni? Það er nú til eins og fram með komið, það er nú til einhver formálum störf per megawatt og með hver stærðin er þannig ætti þetta að vera á milli 20 og 30 störf. Síðan er náttúrulega sjálfvirknin alltaf að verða meira og meiri og þetta er fjarstýrt á sömu leyti í gegnum tölvur og gervihnetti þess vegna frá Luxemburg sem höfuðstöðvar erlenda fjárfestisins eða móðurfyrirtækisins. En vissulega gerum við ráð fyrir milli 20 og 30 störfum þarna á staðnum í einmitt utanumhaldi, vöktun, viðgerðum og slíku og öryggisgæslu og fleira. Og eins og ég þekki til annarra svona starfsemi á Austurlandi til dæmis að þá má svo gera ráð fyrir öðrum eins fjölda í afleiddum störfum sem eru þá þjónusta, verktaka, iðnaðar, matsölu og annars konar starfsemi. Og svo þar fyrir ofan á höfum við hyggja á að bjóða þetta svæði fyrir frekari starfsemi sem er skyld þessum, hvort sem það er á vegum þessa sama aðila eða annar aðila. Og bara þegar þetta fór á stað hefur þetta vakið athygli og þarna eru menn að koma víða að heiminum og skoða aðstæður sem við vitum ekki nákvæmlega hvað þeir eru að hugsa. Það hefur verið þarna Asíubúar og það hefur verið þarna erlendir fjárfestar aðrir sem hefur að skoða aðstæður sem hefðu kannski verið að horfa á þetta áður þegar þetta var í kynningu en núna sjáður að þetta er farið á stað og þá dregur þetta aðra fjárfesta sem er að skoða starfsemi fyrir svipaða starfsemi, hvort sem það er gagnaver eða annað slíkt. En lóðin sem þið eru þarna með, þetta er rétt fyrir ofan Blönduós, hún býður væntanlega upp á ýmsa möguleika, þetta er tölvut stór lóð. Já, það er ákveð það sem er að Blönduós á þetta svæði og þarna er hægt að skipuleggja og gert ráð fyrir þá í aðalskipulagi og deiliskipulagi að þetta byggist upp svona léttur iðnaður og blöndur starfsemi og þar er umtalsvert stórt hægt að bæta við og þessir aðilar eiga jafnvel 2 sinnum stærri lóð heldur en núna er byggt á þannig að svona þó það sé ekki sagt að þá gerum við ráð fyrir að þeir muni stækka með tímanum þó að þetta sé fyrsti áfangi vissulega þessi 7-8 hús 4.000 fermetrar
og það þykir nú yfir nóg að koma því á stað. En þetta snýst væntanlega mikið til að geta sem sagt, afhent rafmagn og tryggt rafmagn. Þetta er starfsemi sem má helst ekki stöðvast. Já, og það vissulega og þeir komu nú að því Borealis-menn sem hafa verið miklir frumkvöðlar og hafa verið byggt þetta ötullega upp en þurft að ganga eins og við sögðum í sumar svolítið milli Pontiusar og Pílatusar, milli raforkufyrirtækjanna, ráðuneytanna og öðru til þess að fá leyfi til þess að byrja og fá tryggt rafmagn, fá alla aðstöðu, rafstrengi og annað slíkt til þess að geta byrjað þetta. Og þetta er ekkert auðvelt af því að þetta er ekki gert ráð fyrir þarna í fyrri skipulum, þarna er ekki, það þarf að tengja á annan kílómetr af þreföldum rafstreng hérna í næstu virkjun. Og síðan gerum við ráð fyrir því í framtíðarplönum þá þurfum við tvöfalda tengingu eða tengingu upp í Blönduvirkjun. Þannig að þetta verði sem sagt tvöfalt kerfi og alltaf öryggið í hámarki. En hvað með þá stækkun Blöndu, það á dagskránni þá eða? Já, það komi nú eiginlega þægilega óvart því ég fór þar í kynningu fyrir nokkrum vikum að það er búið að hanna svokallar rennslisvirkjanir til þess að nýta betur svæðið og það er búið að fara í gegnum umhverfismat og er alveg tilbúið til þess að fara á stað. Það er væntanlega hugsað þá fyrir hið stóra landsnet sem er verið að styrkja í kringu landið og virkilega þörf á. Bæði hérna fyrir Eyjafjarðarsvæðið, fyrir Austurland og suður fyrir. En það stendur á þá einmitt þessu landsneti og fyrirtæki heitir Landsnet sem að þarf að leggja þessar línur. Núna erum við að leggja hérna austur fyrir og þá eftir að tengja þá gegnum Skagafjörð og í Blöndu og þá leið myndum við vilja fá þarna styrkingu niður á þetta svæði. Þannig að og bara þetta sem sagt stækkun Blöndu eða styrking Blöndu, þetta eru mikla framkvæmdir. Þetta eru mikla framkvæmdir og er komið lengra í hönnun og undirbúningi heldur en ég áttaði mig á. Og þeir eru tilbúin að fara á staðleið og Landsnet getur sagt að við erum konum með kerfi til að flytja raforkuna. Íbúar Blönduósbæjar eru svona rúmlega 900 ef ég man þetta rétt. Ykkur er að fjölga bara langt umfram landsmeðaltal núna þessa mánuðina. Já, það nú er ánægilegt á þessu ári hefur fjölgað 44-45 og þá er talan komin upp í 935 eða 6. Og hann tekka á þessu hverju mannamátt og vissulega er fólk að færa sig og allt það eins og gengur og gerist. En við erum okkur er að fjölga þá tæplega 5% og 44 frá áramótum og það heldur áfram það sem meðalans hefur hamlað þessari fjölgun eða frekari fjölgun er húsnæðisskortur og það er búið að setja á stað og búið að endurnýja lóðarsamningar sem voru áður, hafa búið að skipuleggja tvær götur sem hafði ekkert verið byggt þarna í 10 ár. Og það er ánægilega verið að byggja 2 fyrstu einbýlishúsin í 10 ár á Blönduósi og búið að úthluta lóðum fyrir tæplega 30 íbúðum, 28 íbúðum og er verið að skoða og mjög líklegt að fara á stað fjölbýli upp á 20 íbúður sem er reyndar á öðrum stað en þannig að það er ánægilegt og svo þar fyrir utan iðnaðarhúsnæði og önnur húsnæðið fyrir aukna starfsemi, þannig að það er mikið jákvæðni í samfélaginu. Hvers konar fólk er það sem er að flytja á Blönduósi? Er þetta brottuð flutnir Blönduósingar eða hvað? Það er ánægilega bæði ungt fólk sem er að koma tilbaka eftir nám með þá fjölskyldu eða er að stofna fjölskyldu með börn. Það er góðir innviðir þarna á þessu svæði, skóli og íþróttamannvirki og annað slíkt, heilsugæsla eða sjúkrahús. Og þannig að þetta er sambland af brottfluttum og fólk sem er að koma á námi og þá bara fólk sem sér að þetta er vaxtarsvæði, er að verða vaxtarsvæði og er þá að koma, þannig er stutt í allar áttir. Þannig að þetta er að mörgu leyti, þetta er tiltölulega miðsvæðis, stutt á Skagafjörð og Akureyri og í höfuðborgina, allt innan 2-3 tíma. Þú hefur fylgst vel með sveitarstjórnarmálum á undanförnum árum. Þegar þú ert bara út í matvöruverslun á Blönduósi, það er allt annað andrúmsloft væntanlega eftir varnarbaráttuna. Já, ég finn fyrir því að það er miklu meiri jákvæðni í samfélaginu. Auðvitað fylgjast menn með því sem er að gerast. Þetta hvetur fólk til að fara á stað í annað og ég var af því að menn megi ekki setja all eggin í sömu körfuna og það þarf að huga annarri starfsemi
Þannig þetta er bæði hvetjandi og hérna fyrir atvinnulífið og íbúana. Sveitarfélög landsins, þau eru að taka við miklu hærri tekjum núna sem þessi misserinn, útsvarstekjurnar, þar hafa aukist mikið og þetta þá væntanlega við Blönduós líka. Já, og það er líka eitt af því ánægjulega sem fylgir þessu. Þetta svæði, norðvestursvæði, hefur verið undir meðaltali í tekjum per íbúa og hérna hefur þá verið bætt upp með aðkomu jöfnunarsjóðs og með öðrum hætti. Þannig það er sem betur fyrir að svona tósast upp, en það gerist hægt og þetta hvetur aðra starfsemi. Þetta eru önnur öflug fyrirtæki sem hafa verið að byggja sig upp og hérna þau eru að margfaldast við þetta að þarna kom inn svona öflug, þetta er svona snirtileg stóriðja fyrir þetta svæði og er ekki mengandi og eitthvað slíkt og þannig að það sum fyrirtækin hafa alltaf því tífaldast að umfangi bara núna á undanförnum misserum og það er svona smitur út frá sér fleiri atvinnutækifæri, hærri laun og aukna tekjur fyrir sveitarfélagið og sveitarfélagið vissulega þarf að leggja út í kostnað við að skipuleggja ný hverfi hérna, og leggja veitur og annað slíkt. Þannig að þetta helst allt í hendur en allt saman jákvætt í mörgum skilningi. En samt sem áður innviðir sveitarfélagsins, mannskapurinn á bæjarkontornum og svona, að það kannski skiptir ekki öllu máli hvort að íbúarnir eru 900 eða 1000. Nei, það er hérna, allir innviðir eru til fyrir hendi og þessi tala hefur nú rokkað í kringu 900 í áratugi, farið niður í 850, 60 og svo núna upp í 930, 40 og við til dæmis núna þurfum að fara að byggja við skólan sem er líka jákvætt og hérna er svona næsta verkefni fyrir sveitarfélagið og þá er gert ráð fyrir að nemendur geti farið alltaf 200, þeir eru núna 135 held ég í skólanum og svo leikskólinn og við getum tekið á móti miklu fleiri íbúðum án þess að þurfa að kosta miklu til. Sauðfjárræktin er áberandi á þessum slóðum en það er svona blikka gul ljós. Já, það hefur nú verið í fréttum núna undanfarið og kannski óþægilega lengi að hérna, þessar frumvinnslugreinar, sjávarútvegur og landbúnaður sérstaklega, hefur átt undir högg að sækja, sérstaklega hérna, sauðfjárræktin. Og þetta er einmitt þannig svæði, landsvæði, mikið hérna, sauðfjárbændur og hrossabændur eins og gengur og gerist. Og það er erfitt við að eiga og eins með afurðastöðvarnar, þetta er náttúrulega stórt sláturhús og þannig verið sameining þar í gangi sem ég vona að gangi vel og efli bara starfsemina á Blönduósi. Þá ertu að tala þetta norðlenska og Kjarnafæði. Já, og þannig er sölu fyrir Austur-Húnvetninga sem að Kjarnafæði hefur rekið. Og hérna, þannig þar eru tækifæri líka í hérna, þeirri starfsemi, búið að endurnýja vélar og tæki. Þannig er til dæmis Vilko sem hefur nú verið gamalgróið fyrirtæki í súpum og fleira og núna hefur stóra elst, hefur búin að bæta við sig hérna, vörumerkjum og framleiðslulínum, eða pökkunarlínum. Og eins önnur fyrirtæki sem hérna, er á öðru sviði, ískél, léttatækni og fleira fyrir utan starfsemi Ístex sem er hérna, að hluta til. En öðru leyti í Mosfellsbænum og þannig að það er tiltölulega auðvelt að bæta við þessi fyrirtæki eða taka á móti nýjum og það er meðal annars verið að byggja iðnaðarhúsnæði auk þess hérna, íbúðarhúsnæði sem ég nefndi áðan. Áttu von á því, þú væntanlega hefur rætt við ráðamenn þjóðarinnar, landbúnaðarráðherra og fleiri, áttu von á því að það rætist úr eitthvað hjá í sauðfjárgreininni? Já, ég held að það nú bara liggi í hlutarins eðli að það verði að koma til einhverja aðgerða þar og svona aðstoða við þessa erfiðleika sem nú eru í gangi, ekki það, ég þekki það nákvæmlega hvað er í pípunum þar, en vissulega er búið að vekja athygli á þessu og landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra hefur nú verið á fundaferðum um landið og búin að hitta menn einmitt á þessu svæði líka. Og þannig að það er nú eiginlega ekki annað hægt en að taka á því með mildum og myndarlegum hætti. Blönduósbær er svona gegnum keyslubær hjá ansi mörgum minnstakosti. Hvað með ferðaþjónustuna einhvern veginn svona hefur maður það jafnvel á tilfinningunni að þetta svæði það eigi mikið inni en það svona tækifærin hafi ekki verið nýtt eins og víða annars staðar? Já,
Það einmitt eitt af því sem ég sá sem utanaðkomandi aðili og hef þarna keyrt í gegn og reynda að fylgst með þessu utanfrá sem sveitarstjórnarmaður annars staðar og á landsvísu að þetta svæði á mikið inni og mikil tækifæri í öðru heldur en gagnaverum. Það meðal annars uppbyggingu ferðaþjónustu og ferðatengdri þjónustu. Þarna hefur Vestursýsland til dæmis tekið myndarlega á og við eigum það inni vissilega og það nú verið að efla það með ferðamálafulltrúa, ferðamálafélagi og byggðasamlagi til þess að byggja undir þessa stoð þannig að við séum með fleiri stoðir í atvinnulífinu heldur en þessar frumvinnslugreinar og það nú bara staðreynd að þetta keyra 700.000 bílar í gegn á ári. Þetta miðsvæðis fyrir marga hlutasakir, þarna góðir innviðir og það til dæmis eitt af því sem að fólk veit ekki að, sérstaklega Íslendingar, þarna gamall bæjarkjarni sem gamli Blönduós sunnan ár sem var áður keyrt þjóðvegurinn lá í gegnum. Þarna hefur hann staðið óhreyfður í 70 til 80 ár. Það búið að sækja þetta hverfi sem verndarsvæði byggð og hefur verið að deiliskipuleggja það núna á næstu mánuðum. Og þarna koma útlendingar, þeir leita í gömlu hverfin, vilja sjá gömlu húsin og hvernig þetta var. Og þetta eitt af tækifærunum. Það líka náttúrustaðir sem ég viðurkenni að ég þekki ekki alla en hef samt pröfað að ganga hérna út í náttúruna og upp á fjöll og firndi. Og þannig að það fullt af stöðum til þess að stoppa við en það þarf að vekja athygli á þeim. Og ég hef sagt við heimamenn að þó við fengjum ekki nema bara lítið prósentubrot af þessum 700.000 bílum sem fara hérna í gegn til þess að stoppa meir og njóta og nýta, þá væri það góð viðbót við það sem fyrir En það þarf ekki athygli á því og það þarf að vera það hvað við að vera til þess að fólk stoppi og taki tíma þarna. En öll þessi bílaumferð sem fer þá í gegnum Blönduós, það skýtur alltaf upp kollinum umræða að færa þjóðveginn, fara þá fram hjá Blönduósi og Akureyringar þeir tala að þetta verði sé nauðsynlegt til þess að stytta vegalengdina milli Akureyrar og Reykjavíkur. Hvað finnst heimamönnum þessa umræðu? Já, þetta kom mér nú óvart að þessi umræða kæmi upp aftur núna. Ég man eftir því að þetta var fyrir nokkrum árum þessi umræða færslu þjóðvegar. Ég myndi nú segja svona í fyrstu að þjóðvegur stendur ekki upp undir nafni nema hann sé fyrir þjóðina og þá ég talað fyrir alla þjóðina, ekki fyrir einstaka en síðan hef ég skilning á því að það þarf að má alveg skoða styttingar á möguleikum þá með sumarumferð í huga og menn hafa verið að horfa þar yfir Sprengisand eða eitthvað slíkt tengja saman landshluta en þjóðvegurinn á sem sagt að mínu viti að liggja milli byggða og tengja saman byggðir en ekki fara stystu leið frá A til B. Þannig að umræðan hún svolítið á skjön við það sem að þið eru að tala Blönduósingar. Já, við höfum bara bent á það kurteislega að samgönguyfirvöld bent því að þeir fyrst og fremst að horfa á óskir heimamanna á hverjum stað vegabætur í sínu nánustu umhverfi. Vissulega horfa á allt heildarplanið og reyna að bæta þar úr fyrir bæði Íslendinga og ferðamenn. En það kom okkur svolítið óvart að þessi umræða kemur upp aftur núna við þessar samgönguáætlun sem núna liggur fyrir. Þú ert nýtekin við sem sveitarstjóri á Blönduósi. Stundum sagt þegar verið að tala hvað góður sveitarstjóri þurfi að hafa til að bera að það stundum sagt, ef þú kannt á jöfnunarsjóð sveitarfélaga þá þarftu lítið annað að gera. Þú þekkir jöfnunarsjóðinn. Já. Ég held að það sé nú að luta til, eins og sem ég segja, á rangum misskilningur, en vissulega ég hef verið í ráðgjafarnefnd jöfnunarsjóðs núna undanfarin 4 ár og hef verið í þessum sveitarstjórnarmálum undanfarin 12 ár á Austurlandi og þekki það bæði landshlutasamtök og einstök sveitarfélag. Og vissulega spilar jöfnunarsjóðurinn mikilvæga hlutverki fyrir jöfnun á milli sveitarfélaga landsins og þetta svæði eins og ég kom inn á áðan hefur verið í tekjum og mörgu undir meðallagi og hefur það lendi notið jöfnunar frá jöfnunarsjóði en með vaxandi tekjum þá minnkar svo jöfnun og það út af fyrir sig bara gott að vera ekki háður einhverjum sjóði sem vissulega hefur það hlutverk að jafna milli sveitarfélaga. En jöfnunarsjóðurinn bara ansi hátt hlutfall af tekjum til dæmis Blönduósbæjar einmitt frá þessum sjóði sem að þú situr í.
Jú, og það hefur verið það, en kannski framtíðarmarkmið að lækka það hlutfall, þó að það gerist bara svona með tímanum, með hækkandi tekjum og útsvari og slíku. En það það alveg passað upp á það sé engin hagsmuna árekstur þar. Ég tek ekki þátt í afgreiðslu mála hvað varðar þetta svæði, en það reyndar ekki það hæsta hlutfall hjá Blönduósi, það innan við 30% af heildartekjum. En það misjafnt milli sveitarfélaga og jafnvel milli ára hvað það hlutfall og það skiptist eins og við þekkjum í útgjaldarframlög og framlög til grunnskólans og tekjuframlög og annað slíkt. En já, það vissulega hefur þurft að leita í jöfnunarsjóð fyrir þetta svæði sem hefur verið svona undir meðaltali í tekjum hingað til. En að taka við þessu starfi á þessum tímapunkti þegar allt að fara upp, það hlýtur nú að vera spennandi. Já, það var nú eitt af því sem ég sá við þetta svæði, hafandi mitt fylgst með því gegnum jöfnunarsjóð, gegnum sameiningu sveitarfélaga og þá hvar eru tækifæri í stöðunni. Þetta vel staðsett svæði og sveitarfélag, þarna stutt í allar áttir í aðra þjónustu og vissulega það sem hefur, bara eins og hagsveiflan, þetta fer upp og niður og allt þetta. En og þarna vissilega tækifæri á svæðinu sem að ég sá og vildi taka þátt í að byggja upp eða koma mína reynslu inn í. Íbúatalan svona, í kringum 950, 936 sagður áðan. Hvenær gerist það að sveitarstjórinn, hann þarf að leggja í vöflur með náttúrulega degi frá Vilkó? Já, upp á að þið náið 1000. 1000, já. Ég hef nú bara sagt það svona í framhjálpaupi að auðvitað markmið að fara yfir 1000 og ég held að það geti gerst á einhverjum 2 til 4 árum. Síðan spilar inn í þetta möguleg sameining sveitarfélagana í Austur-Húnavatnssýslu sem eru núna 4. Það eru viðræður þær í gangi og þar förum við automatist í tæplega 2000. Þannig að það ekki markmið í sjálfu sér að fara en vissulega við setjum það markmið fyrir en setna, bursi frá öllum sameiningum að stefna í íbúatölu 1000 fyrir en setna og ég get séð það innan 2 ára væntanlega, í síðasta lagi 4 ára sem minn ráðningartími að svo stöðu. En Blönduósingar þeir fara glaðir og ánægðir og bjartsýnir inn í nýtt ár sem handan við hornið. Já, ég get alveg fullyrt það á flestum tilfellum þó að það séu alls konar mál í gangi eins og gengur að gerist en það mikil bjartsýni í samfélaginu og góðir hlutir að gerast eftir einmitt langa baráttu og það ánægjulegt að taka þátt í því. Valdimar Ó. Hermannsson, sveitarstjóri á Blönduósi, þakka þér fyrir komuna. Takk sömuleiðis.